Þá erum við konið í Garðabæinn. Já, verið velkomin. Já, takk fyrir það. Takk. Sælkerarnir miklu sé ég allavega á matseðlinum meðan ég heyrði á hann á hann. Já. Okkur finnst mjög gaman að elda góðan mat. Og það sem hún er alveg frábær kókur. Já. Þú sem aðstoðar kókur? Já, ég er afskaplega góður handlangari, sko. Frábær að skera grænmeti. Gott að grilla og góður að borða. Það getur ekki verið betra. Hvað á að bjóða upp á? Við ætlum að vera með sjávarrétt í forrétt og lambafilé í aðalrétt með rosa girnilegu meðlæti og svo ætlum við að vera með svona svolítið spes eftirrétt að ítalska vísu sem eru svona jarðarberri, legi og rosa fín sósa með og svona sem við skoðum. Og gott. Já. Það getur ekki beðið. Nei, þetta kemur allt í ljós. Já. Við kannski skellum okkur bara í forréttinu og eftirréttin. Þeir fari í Við ætlum að taka aðalréttin. Af því að við erum með svona aðal... Já, þeir eru svona líka fyrirlistar og svona. Við erum svona aðalmennirnir á grillinu. Já. Þá er það eftirrétturinn. Já. Við ætlum að byrja á honum. Já, af því að það er sko, jarðarberinn eiga að liggja smá stund í þessum legi. Já. Þess vegna er náttúrulega langbest að byrja á eftirréttunum og fara síðan í aðalréttinu og sýsla það allt saman. Og það sem við ætlum að gera, við ætlum að taka jarðarberinn eitthvað og... Saksaði bara niður í svona litla bita. Já. Setja það á skál og setja sykur yfir þau og við setjum sykur leið að við erum að saksa. Já. Og svo setjum við balsamik edikið yfir á eftir. Þegar við erum búin. Mér líst rosalega vel á það. Já. Þessi réttur, er þetta eitthvað bara svona sem þú? Nei, þetta er frá vinkonu minni. Já. Ég er í svona skemmtilegum stelpuklúbb. Já. Og við var einmann eins og góður kokkur, hún var með þetta þar. Já. Við náttúrulega fjallum allar fyrir þessu alveg rétt. Ég skal trúa því, það er rosalega girnilegur. Svona ítalskur. Ítalskt svona. En nú er að byrja hjá þér tími, aðal annar tíminn. Já. Er það ekki? Jú, eða svona, hann er að hefjast. Sýningin er búinn og nú er þátturinn framundan í sumar. Allt að fara að gerast. Þannig ýmislegt ég er nú að kenna. Já, þú ert að kenna. Þannig að ég hef svo sem nú að gera. Annað svona þangað til. En ég er að taka upp fyrsta brúðkaupið núna um helgina og svo er það í maí aftur. Já. Þannig að það er að byrja svona hægt og rólega. Já, og svo er ég náttúrulega full í pólitíkinni. Já, þú ert að fara í framboð. Já. Ég er hérna á lista með frekar neðarlega á lista en á lista. Á lista samt sem áður og vil náttúrulega endilega láta til mín taka á þeim sviðum líka. Sjálfsögðu. Þá erum við komið með jarðarberinn. Já, við erum búin að saksa þau og setja sykur yfir þau. Setja sykur og þá er balsamíkið. Balsamíkið. Þannig held ég að opna þetta einhvern veginn. Já. Og það ætlum við að setja bara hérna aðeins yfir og svo látum við þetta standa í einhverja... Já, látum þetta standa í bara einhverja klukkutíma. Það er mjög gott að hafa það svolítið lengi, sko. Já, kannski einhverja 3-4 tíma. Já, jafnvel lengur, sko. Það er allt í lagi. Sígur þetta svona svolítið í sig. Já, og við stofuhita þá, eða? Já, stofuhita. Hérna ertu með eitthvað mál. Já, desilítrmál. Þetta er 1 desilíter. Já. Og við ætlum að setja hvað, 2 yfir þetta? Sett allavega 1 til að byrja með. Það er svolítið svona eftir hendingu, sko. Já. Svo þegar maður hræra pínlítið í þessu bara. Já, fá sykur í saman og svona. Já. Og svo getur maður smakka þetta til og Það er bara, maður missir það núna. Ég er að segja þér það, sko. Þetta er alveg hrikalega gott. Ég held að sé að setja 1 annað, sko. Hálfan annan, ekki mikið meira. Já, hálfan annan. Ég skal græja það. Já. Hálfan annan hérna. En svo er gott að hræra þessi í þessu bara svona með reglulegu millibili, sko. Já, reglulegu millibili. Já, til þess að meðan þetta er svona. Meðan þetta er að taka sig. Og svo erum við með mascarpone. Við tókum erlenda mascarpone ástin. Já. Hann er svona mýkri eða ekki sér svona. Já, mýkri og svo sætur. Mér finnst hann bara miklu betri. Já. Heldur en þessi íslenski. Hann er svona, finnst mér bara miklu meira ekta. Hann er svona þéttari aðeins, mýkri, aðeins svona þessi venjulegi, þessi svona eðlilega sætni sem maður finnur í mascarpone. Og mér finnst hann bara miklu betri. Og við ætlum að hræra hann aðeins upp eða ekki með... Við ætlum að hræra hann upp með smá rjóma. Já. Og svo vaniljusykur og vaniljudropum bara svona eftir smekk. Já, vaniljusykur. Já. Og þessi KitchenAid vel, þetta er nýjasta típan eða? Ekki
ekki alveg. Þetta frá ömmu hans Hrafnkels. Þetta örugglega 50-60 ára gömul vél, sko. Það eru ótrúlegar. Hún eins og ný. Þannig að það alveg... ólíkindir. Já. Nú myndi ég opna rjómann. Já. Hvað seturðu mikið rjóma út í? Bara ekki mikið, alls ekki. Bara svona dass? Þetta já. Bara svona eina matskeiðið eitthvað svona? svona? Já, bara smá, svona eftir nóg. Svona, þetta nóg bara? Þetta bara til þess aðeins að mýkja hann upp, sko. Já, svo erum við vaniludropa, eða kannski vaniludsykur fyrst. Já, setja smá vanilsykur. Hvað setjum við mikið af honum? Svona eina teskeið eða? Já, svona. Ég er svolítið fyrir að svona... Já, það er líka bara... smekk, eftir svona bara... Já, það er bara eitthvað líka sem ég þekki sjálfur. Já, ég er ekki, þú veist, ég get aldrei gert alveg þessu uppskriftinni. Alveg sem að ég hvaða uppskriftabækur upp ég þarf alltaf aðeins að breyta, sko. Já. Við erum að setja vaniludropa. Já. Svona. Svona. Og þetta er bara svona krem sem að fer síðan yfir það? Já. Nei, þetta er bara hún ber þetta fram bara í skál með. Já, já, ber þetta með, já. Og svo fæst fólk sér þetta. Já. Og þetta er svona, eins og segja, það má alveg vera svolítið sætt, sko. Já, mér finnst þetta vera orðið massa gott, sko. Ég held að svo bara látum við þetta standa í við smá stund, sko. Líka kræsingar. Já, þetta er gyrnilegt. Þriðdagsmaturinn, höldum við bara með. Já, þriðdagsmaturinn. Er það ekki? Jú. Sko, ef ég færi kannski í skelfiskinn og svona myndi aðeins yfir hann er reyndar mest alltaf tilbúin hjá okkur. Já, það þarf aðeins að skera eins og í bita hérna risavarpediskinn og krabbakjötið. Og krabbakjötið. Já, maður búta það aðeins niður. Já. Og svo bara grænmeti sem það er að saxa niður. Þetta svona forvinnan áður en við fyrir að steikja þetta og gera þetta. Ég er bara að byrja. Við ætlum að hafa sérst, bara svo ég hafa það hreina, við ætlum að steikja hérna. Já, steikjum þetta hérna upp úr hérna fersku dilli og hvað var þetta? Basilikum. Basilikum. Já, sem sagt saxum það, notum mortelið í það og saxum það niður ásamt hvítlaugnum. Þetta svona gerum við smá svona marinir olíu í ólífuolíunni og steikjum þetta upp úr því. Þannig að verður svona smá kryddblanda, það komið smá krydd utan á. Akkurat. Skjálfiskinn. Og síðan bý ég til sósu og þá steiki ég sömu krydd, sem sagt, pluss blaðlaukinn og sveppina og þetta saman og baka svo upp með rjóma og svona. Og notar safana. Já, ég nota aðeins safan af þessu og svo sem sagt þegar maður ber þetta fram, þá er hérna þessi brauð frá honum í Þormari í konditori í Kaupmannahöfn. Já, rosalega flott. Þetta er svo smart líka þegar þú ber þetta fram. Það erum við með, þú veist, spínat undir, sko. Setjum þetta og svo tökum við innan úr þessu, setjum upp skelfing og onni og svona hlýðar, svo borðum þetta allt saman. Jæja, ég var að steikja þetta. Þú voru að steikja. Já, það var olían. Gestirnir konur í hús og... Gestirnir konur í hús. Allir orðnir svangir. Allir orðnir svangir. Já. Það er vel heitt. Ég er ánægð með það fyrir góðu hitti. Þú vilt hafa það þannig? Og ekki setja meira olíu? Já, þú ræður. Verður lítið meira. Það er lítið meira. Og svo setjum við hérna út í... Svo setjum við... áhald í þetta líka eitthvað? Jú, svo setjum við hérna blöndun og töfrablöndun okkar. Töfrablöndun út í. Bara taka þetta hérna. Skellum henni út í. Já. Best að nota þetta skeið, sko. Hérna. Setja henni út í. Sýnum það kemur góður. Heyrðu? Og svo að setja þetta frekar snemma, sko. Já. Svo byrjum við að setja kannski það mestu steikinguna. Já. Það er það sem er hrátt, það er humarinn. Samt fær þetta allt mjög litla í steikingu. Já. Svona. Bætum pínu litlu meiri olíu. Svo kemur það til inn. Síðan setjum við það sem er eldað. Já. Það er... Rækjurnar, eða ekki? Já, lofum við að fá smá. Svo salta ég hérna með pínu pipar. Saltar með pipar? Saltar með pipar. Já. Svo piprum við þetta með saltinu. Já. Þetta er sjávarsaltinn í. Já. Já, það er alveg... Ég nota ekki hana í... Nei, finnst það best, sko. Ég vil segja að þetta verði smotið. Já, ég held það. Þetta þarf að eldast mjög lítið og svo meðan við erum að gera sósun á pönnunni, þá er þetta eldast hægt og rólega hérna á. Já. Við ætlum bara að pína þetta hérna aðeins yfir á bakkann, halda á bakkanum. Það er svona bara. Og svo ætlum við að gera sósuna hérna. Við gerum sósuna líka, sko. Já. Á þessu. Við notum hérna soðið af þessu sem eftir verður. Og bætum pínlítið út í þetta, sko. Svona.
Smá brokkoli, sveppir. Sveppir og paprika. Og paprika. Þetta er það bara að krauma svona. Já, ég læt það krauma svona í smá stund, sko. Já. Því þá sígur brokkoli meira í sig. Er olía í þessu? Já, það er, já, ég held að sé ólífuolía í þessu, já. Setjum aðeins meira olíu. Setja svona lokið aðeins á. Já. Smá stund. Látum þetta krauma í svona Smá tíma. cirka mínútu. Já, bara smá. Það er svona til alls heitur. Já. Meðan. Meðan. Og þá setjum við bara rjómann. Setjum bara rjómann. Og piprum til. Og piprum til. Já. Þá er þetta bara tilbúið. Það er bara ready. Já. Jæja, Sævar. Þá eru það vínin með forréttinu. Já. Skeldýr, rjómasósa. Ég var mjög hrifinn af þessari upplæstingu. Þetta er náttúrulega mjög sumarfílingur að vera með sjávarrétti. Meira döttinn. Já, já. En út af því að við erum með rjómasósu þá verð ég að hafa smá body í víninu á móti. Og body fyrir fólk er... Body fyrir fólk er bara svona eiginlega fylling í víninu, einmitt. Það er kannski gott að hafa það. Bara svona þennan fólk. En hérna er ég semst með Chardonnay. Þetta er frá Ernest og Julio Gallo. Þetta er Turning Leaf. Það kannast svona margir við þetta með laufmiðanum. Já. En þetta er vín sem hefur verið eikað í eikatunnu, semst látið liggja á eikatunnu. Þá fær það hennan body eða kraftinn. Já. Og það fer svo vel að rjómasósum, eða semst með meiri fitu í. Þetta er frá Ameríku. Þetta er frá Ameríku, já. Þetta er frá hennar semst Kaliforníu. Já. Og þetta er vín sem hefur líka sýruna sem þar á móti rjómasósunni. Það þarf að vera aðeins frískleiki þar á móti. Og hérna held ég við séum með vín sem er líka frábært í sumar ef maður er að fara að grilla jafnvel Ávextir og svona. Já, já. Svo jafnvel ef maður er að fara að grilla einhvern fisk eða svona sjávarrétti. Já. Þá er svo fínt að hafa smá reik á móti sem kemur einmitt úr reikinni. Já. Já, það er svona þetta timbur. Já, timburinn sem að finna þessu. Hvernig finnst þér þetta? Þetta finnst mér rosalega frískandi. Og samt svo mjúkt. Já. Út af eikin. Þetta er ekki svona stingandi sýra sem að... Nei, þetta er bara milt þægilegt. Með matnum þá verður þetta vín líka aðeins meira. Víni græður á því að fara með mat. Svona lyftir ég á hærra plan. Já. Þá er það rauðvínið með lambinu. Já, ég vildi taka þar eitthvað rauðvín sem var með kryddi á móti til dæmis sósunni, piparostasósunni. En náttúrulega ekki of kröftugt á móti lambi. Lambi er mjög milt, það er aldrei marinerað. Þannig ég valdi þarna vín sem er spænskt. Montecillo, 1997. Finnst þetta rosalega gott vín. Þetta er einfalt vín, þetta er virkilega gott líka með lambinu. Já. Þeir í Rioja til dæmis með þeirra réttur er grillalamb, en bara lamb engu á síðu, þannig að þeir eru búin að þróa vínin sín náttúrulega með matnum. Já, einmitt. Og þetta vín held ég að passa vel með því að það er 97 árgangurinn og þetta held ég sé nú orðið nógu gamalt til þess að vera mjúkt og þægilegt með lambinu. Já. Og svona flaska er eitthvað 1300 eitthvað eða ekki í ríkinu? Jú, þetta er á engan pening, sko. Nei, þetta er mjög gott verð á þessu. Góð kaup. En það er aðalega líka þessi þrúga sem er í þessu. Já. Tempranillo, hún er rosalega pipruð, þess vegna tók ég hana út af sósunni. Út af sósunni? Já. Það er ofta að finna pipar inni. Kemur smá svona fyrst með krydd kemur. Ég held að þetta verði alveg, sko, þetta er pottþétt með lambinu. Glæsilegt, skjótum þetta. Við ætlum að hafa rosalega skemmtilegt vín með desertinu. Já, þetta er náttúrulega jarðarber, þannig ég ákvað að taka eitthvað sætt á móti. Það er gott að hafa eitthvað ávexti sem er í desertinum. Já, að hafa það með. Já, hafa með í víninu. Í víninu, einmitt. Þannig að núna akkurat fekk ég nákvæmlega það. Já. Ég ákvað að taka svona jarðarberja freyðivín sem heitir Fresita. Þetta er vín sem fólk kannski kannast við úr ríkjunu. Þetta er nýkomið hinn á markaðinn. Þetta er besti framleiðandi freyðivíns í Chile. Já. Og hann þarna setur fersk jarðarber sem bragðbætir út í. Já. Þannig að þetta er virkilega frískandi og svona ófalskur drykkur. Maður finnur alveg virkilega hvað þetta er. Þetta er ekkert feik? Nei, ekkert feik. Það er fallegur rauður litur á þessu. Þetta er bara liturinn frá jarðarberinu nefnilega. Það er engin auka litur í þessu. Það er rosalega jarðarberja lykt.
Hún er það. Hún er svona sæt í ilminum. En samt ekki of sætt. Geðveikt. Það kemur svona virkilega gott á móti. Ég held að þetta passi vel með jarðarberinn út af því að sætan fer svo vel á móti balsamíkunum líka. Þetta er æðislegt. Svo þetta er ekta sumadrykkur. Já. Frábært. Tökum þetta. Og þá ætlum við að fara í aðalréttinn. Já, við ætlum að fara í aðalréttinn. Aðalmálið. Aðalréttinn. En alltaf, ef að þau ætla að taka 2 rétti, það er svona auka hlutir. Það er bara svona auka hlutir, sko. En við ætlum aðal. Okkur er treyst fyrir, því sem skiptir máli. Já, nákvæmlega. Og við ætlum að gera geðveikan aðalrétt. Já, ég er náttúrulega kokkurinn á heimilinu, sko. Já. En hvað ætlum við að gera við kartöflur? Herðu, þetta eitthvað sem ég læriði á mömmu. Já. Og skerða þær í tvennt, þetta ekki. Og það tekur bæði styttri tíma. Já. Og býður upp á svona vissa möguleika, sko. Svona til að krydda? Nákvæmlega. Já. Þannig að ég skerði í tvennt og penslaði þær með olíu og síðan krydda ég toppinn, þannig að yfirborðið, svo borðar fólk að því. Okay. Og við ætlum að fara svolítið svona öðruvísi leiðir. Þetta þekki eflaust flestir, það er salt og pipar, sem að krydda. En svo ætlum við að nota kúmen. Já. Með sé. Já. Og það er eflaust kannski eitthvað nýtt fyrir mörgum, en þetta er alveg svakalega gott fyrir þá sem fíla kúmen. Þetta sko, síðan þetta leika þessi endalaust með þetta. Já. Setja kryddjurtir og ferska. Við erum náttúrulega með geðveikt magna ferskum kryddjurtum og fínu sko. Þannig að kannski við prófum bara eitthvað nýtt, eitthvað sem við höfum ekki gert það. Ég var alveg til í það. Herru, og svo ætlum við að taka og leggja kjötið. Við erum komið æðislegt lambafilé. Þetta er sko uppáhalds maturinn okkar. Já, það? Já, svona kjötmatur. Við höfum Kjötmatur? Kjötmatur. Já. Já, við erum rosa mikið í svona allskyns pasta líka og svolítið sko. Kjötmeti, okkur finnst þetta að vera einna best. Við höfum eldað þetta lengi. Þetta er bara klikkar ekki. Þú veist, þó svo þetta, jafnvel brenni, sko. Það gerist náttúrulega aldrei. Það sjálfsögðu ekki. Þú veist, þetta er alltaf gott. Það bara er ekki hægt að klikka. Og við ætlum að leggja þetta í geðveikan svona maríningarlög. Já, Rósmarin. Geðveikt. Maður á frekar að gefa konum fallega kryddjurtir heldur en blóm. Það er bara þannig. Lyktar miklu betur. Og síðan ætlum við að leggja þetta í ólífólíu og hvítlauk og þetta verður geðveikt. Já, þetta verður alveg meiri háttar. Ég held að við ætlum bara að byrja á þessu. Por el camino del desierto, el viento me despeina, suave aroma de colita, nada del aire, ella de lo lejos. Jæja, þá erum við tilbúin með maríningun á kjötið sem er rósmarín, hvítlaukur, svartur pipar og ólífólía. Þetta ilmar alveg ótrúlega. Þetta er rosalega gott. Og ég er búinn með kartöflurnar, magnað, og það er pipar, kúmen og myrjam og salt yfir allt til að fá svona smá krisp. Kókómalt. Já, kókómalt. Er ekki bara að skella kartöflunum inn og geymið kjötið hérna við hliðina og svo höldum við áfram. Við vorum búin að hita þetta allt upp. Við vorum hrikalega forsjálfur, sko. Frábært. Og þá ætlum við að taka næst grænmetið. Ég ætla reyndar að fara síðan í... Já, þú ætlar að fara í svona smá laukdæmi, sko. Sem er svona smá tvist á þetta, sko. Já. Og hvað ætlar að gera við lauka? Ég ætla bara að fýða laukana og setja þá í álpapír og steikja þá heila inn í ofninn. Já. Þetta finnst mér alveg geðveikt. En setur eitthvað krydd eða eitthvað með þessu? Bara heila lauka. Heila lauka? Já. Þetta er alveg eins og lambakjötið, klikkar ekki. Já. Ég ætla að gera grænmeti. Við ætlum að gera svona franskt ratatouille grænmeti. Akkúrat. Þú veist hvað ég er að tala um? Jú, akkúrat. Og með því það er oft haft bara svona það sem maður vill. Það er ákveðið grænmeti ef við gerum þetta í Frakklandi. En við erum að tala um það að við ætlum að nota bara svona það sem okkur finnst gott. Eins og mamma sagði, sko.
bara gera það sem manni finnst gott sjálfum. Þetta er það grænmeti sem við notum hvað mest hérna heima og þetta hérna er alveg frábært. Já, plómutómatar. Við ætlum að nota það bara með úti. Nákvæmlega. Af því að okkur finnst þeir góðir. Nákvæmlega. Þannig að ef við ekki bara byrja á þessu, en mér finnst vanta smá músík, sko. Já, þú meinar það? Mér finnst þetta alveg, ég ætla að byrja hérna bara á, ég ætla að vona að redda þessu með músíkina, sko. Já. En ég held bara á hann, sko. Það getur ekki hraðar en þetta. Það er búið. Það er svo puttan í farið, sko. Þá ætlum við að taka hérna loka hnykkinn á þennan rétt sem við erum hérna með. Já. Aðalréttin. Steikingin. Og þú ætlar að fara að steikja kjötið sem er hérna alveg búið að marinerast bara. Ég ætla að byrja á fituhliðinni, loka fitunni og snúa þessu yfir. Síðan færi ég það yfir í á plötu, ofnskúffuna og smelli þið inn í ofn í nokkra mínútur. Já, gefa því svona kannski 8 mínútur. Og á meðan þú ert að þessu, þá ætla ég að taka hérna sósuna. Og þetta er svona spes sósa frá sem þið hafið eitthvað verið að nota. Já, við erum rosalega mikið fyrir svona eins og við sagðum að við erum með ostinn. Já, piparostinn. Já. Og við ætlum að hérna setja smá hvítlauk út í líka. Svona, hvítlaukur hérna. Við erum búin að hérna hita aðeins hellurnar. Tökum hérna. Hita olíuna. Já, maður þarf að ná smá hita eins og á pönnuna til þess að geta lokað kjötinu svolítið snöggt, sko. Það er að vera þetta. Og fá svona, sko, ég segi ekki að fitan verði crispy, sko, heldur að komi svona smá stökk húð á hana. Já, nákvæmlega. Svo bara skellum við sig út í. Nú fyrst förum við í svona lykta rússípanna. Þegar við byrjum að steikja allar þessar kryddjurtir hérna. Hvernig líst þér á það, Hrafngeir? Mér líst æðislega á það. Já, ég. Þetta er... Sko, ég vildi óska þess að fólk hérna í stofu geti fundið lyktina. En það bara gera það með því að elda þetta sjálf. Já. Pröfa, endilega pröfa. Það er bara hannig. En hvernig er eins og þegar strákarnir eru á ferðalögum út um landi? Ég meina, eru menn að elda sér eða er það bara Mr. Burger eða? Það er Mr. Burger. Það er bara þannig. En það hefur enda komið fyrir. Við höfum tekið pakkan, sko. Farið með ferðagrill og keypt okkur einhverja almennilegan mat og svoleiðis, sko. Það er náttúrulega dálítið meira en að segja það, sko. Þegar maður er kannski býr úti og þreyttir kvöldin áður og... Já. En þetta... Maður breytir næst til. Það er náttúrulega skemmtilegt. Það væri held ég ekkert voðalega gaman ef við myndum gera þetta alltaf, sko. Nei. Þá kraumar sósan, kjötið er steikt og það sem við ætlum að gera núna, við ætlum bara að setja kjötið aðeins inn. Í nokkra mínútur? Já, nokkra mínútur. Steikja grænmetið og líka spínatinu bara á annarri pönnu. Þá erum við tilbúinir. Nákvæmlega. Þannig að við skulum bara byrja á að skella kjötinu inn. Svo erum við með laukarnir og kartöflurnar og allt hérna á bullandi svingið inni. Og síðan bara steikjum við. Það er ekki
bara tilbúið hjá okkur? Alltaf vera klárt og við ætlum bara að setja upp hérna á einn disk og bara ganga frá þessu. Bara fá Lega fólk að sjá. Hérna má ég sjá. Tekur út kjötið. Svo ætlum við að taka hérna. Tökum þetta bara hérna. Svona. Hérna. Svo ætlum við að hafa hérna. Tökum hérna ratatouille grænmetið sem við vorum búin að gera áður. Finnum lyktina, það er geðveik lykt af þetta, sko. Svona. Skýra hérna. Hvað er setja hennan hérna? Sósa. Og alveg hérna villisveppirnir og blaðlaugurinn. Setjum við það vel að sér. Þetta er nú ekki smá laukur, maður. Þetta finnst mér bara alveg geggjað, sko. Ok. Það er bara þannig. Svo til að toppa. Spínat. Voilà! Voilà. I look at her and she looks at me. In her eyes I see the sea. I don't see what she sees in a man like me. She says she loves me. Her eyes, yeah, her eyes. Her eyes are a blue million miles. Far as I can see, she loves me. Her eyes, her eyes. Eftirfarandi aðilar styrktu gerð þáttana Heima er best. Lúk eldunarvörur. Matreiðsla er skemmtileg. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Discovery, bragðgóður og hollur matur sem fljótlegt er að elda. Philip Auberio, þú þarft ekkert annað.